Góðan daginn, ég heiti Ingunn Elísabet Hreinsdóttir og var að ljúka meistaranámi í listkennslu frá Listaháskóla Íslands. Þar undan kláraði ég samtímadansarann og samtímadanskennarinn frá Listaháskólanum í Stokkhólmi og samhliða því lauk ég 3 ára námi í kennslufræðum frá Háskólanum á Akureyri. Það sem ég ætla að fjalla í dag ég ætla að segja ykkur frá meistaraverkefninu mínu sem ég gerði frá Listaháskóla Íslands. En tilgangur verkefnisins var að stuðla að fjölbreyttari danskennslu í grunnskólum og markmiðið var að búa til verkfæri og í formi handbókar sem kennarar geta þá nýtt í þeim tilgangi. En ég tel að vera afar mikilvægt að sýna nemendum að dans margþættur og hefur margt upp á að bjóða, marga stíla og alls kyns skapandi vinnu. Og ég með bókina, til að sýna ykkur hana. Hún gormuð, þannig að það auðvelt að lesa hana og flettinni. Og myndirnar og hönnunin eftir Evu Árnadóttur. En handbókin henni ætlað að gefa kennurum hugmyndir að skapandi starfi í gegnum dans. Hún býður upp á leiðir til að gefa nemendum tækifæri til þess að tjá og túlka skoðanir sínar, hugmyndir og tilfinningar, treysta á sjálfan sig og vinna út frá sér og sínum þörfum í gegnum sjálfstæð og skapandi vinnubrögð. Og í gegnum þær geta nemendur upplifa persónulegan vöxt og uppgötva ýmislegt nýtt sjálfan sig, jafnvel eitthvað sem hefði ekki órað fyrir. En handbókin hún unnin út frá skapandi dansi, en það dansform þar sem áhersla lögð á hreyfingu sem tjáningu. Og nemendinn, hann í aðalhlutverki og notar færni sína og reynslu til þess að skapa. Skapandi dans afar gagnlegt verkfæri í dansnámi, sem gefur nemendum færi að öðlast dýpri skilning á sjálfu sér og umhverfi sínu, sjá og skilja aðra og upplifa samkennd. Í skapandi dansi læra nemendur fyrst og fremst í gegnum eigin líkama, þannig að tengsl þeirra við námsefnið verða sterk og skilningurinn á því eflist á áhrifaríkan hátt. En handbókin sett fram sem hugmyndabanki og í handbókinni eru 124 æfingar sem ætla að vera ögrandi en á sama tíma hvetjandi til þess að finna nýja leiðir sköpun. Og kennarinn getur valið svolítið úr æfingunum eða tekið þær eða nýtt þær í heild sinni og það stefna hver og eina ákveðnu marki og eiga við mismunandi aldurstig. En bókin byggð upp á 4 meginköflum og fyrstu 3 kaflarnir byggja stoðir undir þær dansæfingar sem settar fram í 4. kaflanum. En fyrsti kaflinn bara hugmyndafræðin, svo annar kaflinn kennarinn og hlutverk hans, 3. handbókin og markmið handbókarinnar og það til dæmis þessi glæra, það þessi markmið og svo það æfingarnar, en hann stærstur, langt stærsti kaflinn. En ég viðað að mér á 10 ára ferli mínum þessum dansæfingum sem dansnemandi eða sem dansari og danskennari og hef lagað þær bara að minni kennslu. Sumar hef ég samt fengið að láni óbreyttar og höfundar þeirra æfinga getið, en aðra hef ég lagað eigin danskennslu og mótað enn aðra frá grunni. En það oft erfitt að segja til upphafsmenn dansæfinga þar sem það eru sjaldnast skráðar niður og heldur berast mann á milli í gegnum hreyfingu og hver kennari eða dansari kryddar þar svolítið bara eftir eigin höfði eða jafnvel þema dags. En handbókin getur nýst í fleiri námsgreinum því það mögulegt að aðlaga margar æfingarnar að ólíkum viðfangsefnum, en þær eru líka merktar í bókinni, þær æfingar. En markmið handbókarinnar í rauninni að nemandinn átti sig á því hversu megnuður hann að nýta það sem hann hefur, líkama sinn og færni, reynslu og þekkingu til þess að uppgöta eitthvað nýtt. Nýtt hreyfimynstur eða eitthvað nýtt sjálfan sig eða aðra eða bara lífið. En það hægt að skipta hugmyndafræði handbókarinnar í 3 undirkafla. Og það dans og það eru þessar grunnstoðir, svo kennsla, þessi kennslufræðilega nálgun og líkaminn, hvernig það að hugsa með líkamannum. Ég ætla að segja ykkur aðeins stuttlega frá þessum 3 köflum. Við byrjum á dansinum. Það þetta Rudolf Laban og Engin Gilbert, en megin viðfangsefni þeirra líkaminn og færni hans, ásamt mikilvægar hreyfingar og hvernig hún mótar skilning okkar heiminum. Þannig Rudolf Laban oftast kallaður faðir samtímadansins, en hann setti fram kenningu hreyfingu manna og skipti upprunalega í 4 meginflokka.
En þeir eru líkami, afl, rými og tengsl. En síðan skiptast þessi 4 flokkar í fjöldan allan á undirflokkum. Og þessi hugtök eru kölluð hreyfihugtök, en Laban taldi þess að þætti vera undirstöðu atriði hreyfingar. Þannig að þessi hreyfihugtök hans hafa verið nýtt og endurskipulögð á öðrum danssérfræðingum og danskennurum og hafa verið kennd á margvíslegan hátt. Og eins og til dæmis Anne Green Gilbert sem danskennari og sérfræðingur í skapandi dansi, en hún til dæmis byggir á fræðum Labans en út frá kennslufræðilegu sjónarhorni og skoðar þau þessi hreyfihugtök út frá skapandi dans. Og hún flokkar hreyfihugtök Labans á annan hátt en það er líkami, rými, afl og tími. En ég kynnist þessari hreyfikenningu Labans í námi mínu í samtímadansi og þau voru flokkuð á þennan hátt, líkami, rými, afl og tími og þess vegna er þessi 4 hugtök líka svona megin stoð handbókarinnar. En Gilbert, hún byggir líka á kenningu John Dewey og hvernig við lærum í gegnum eigin reynslu og náma sér stað þegar nemandinn virkur og fá að prófa sjálfstæðum. Og annars leggur hún líka áherslu á orðaforða í danskennslu og nemendur geti tjáð hugsanir sínar og kennarinn notar myndrænar útskýringar og nemendur vinni saman af því að við lærum svo margt með því að horfa á aðra og lærum í gegnum aðra í rauninni í þessari samvinnu. En svo er hún líka frumkvöðull hugardans eða braindance og það er einmitt talað um hann í bókinni, en þetta er svona uppbytun eða æfinga uppbytun sem byggist á hreyfimynstrum barna, 8 hreyfimynstrum sem barn fer í gegnum fyrstu ár ævi sinnar. En svo er það kennslan, það er Howard Gardner og Louis Vygotsky, en Gardner, hann talar um að einstaklingar sem 8 greindir en það hafa mismikla færni í þeim. Hann tekur samt skýrt fram að það starfi alltaf saman eða sem mikilvægt að leggja rækt hverja eina þeirra. Og þess vegna talar hann líka um mikilvægi þess að nýta fjölbreytt námsmat til þess að ná til flestra nemenda. Þannig að kennarinn getur veitt þeim nemendum viðandi stuðning eða þess styrkti. Og í handbókinni eru dæmi um svona fjölbreytt námsmat í skapaðum dansi. Svo Vygotsky, hann er þekktastur fyrir kenningunni sem svæði mögulegs þroska, þegar nemendur fara að vinna verkefni á eigin spýtur og með stuðningi. Og stuðningurinn er þá kannski aðstoð fullorðins eða félaga. En það er mikið um samvinnuverkefni og verkefni sem nemendur eru að vinna í hópum, þar sem kennarinn leiðbeinir nemendum og styður og hvetur nemendur áfram í sköpun sinni, en hann gefur þau samt þetta frelsi innan ákveðins ramma, svo þau fá að upplega þessi sjálfstæð vinnubrögð. Það talar líka um ímyndunaraflið í leik, þar sem nemendur að skapa ýmsar aðstæður sem byggjast oft á stoðum samfélagsins, en það er líka nokkrar æfingar sem nemendur geta sett sig í önnur hlutverk í bókinni. Og svo talar um tungumálið, eins og Gilbert, að tungumáli móti hugsun okkar í gegnum samskipti við aðra og upplifun okkar á heiminum og handbókin leggur mikla áherslu á nemendur geti beitt og fjalla um ákveðin hugtök í skapandi dansi til þess að eiga samskipti og skiptast á hugmyndum. Þannig að Howard Gardner og Louis Vygotsky leggja báðir áherslu á einstakling með að ná. Svo líkaminn, við getum skipt honum í þrennt. Það er líkamna, það er sómatísk nálgun og íhugunarkennslufræði. Og að líkamna er bara að því við erum alltaf á hreyfingu. Við erum alltaf í upphafi lífs og þangað til degi, við erum alltaf á hreyfingu. Og hreyfing gerir okkur kleift að vera í tengingu við umheiminn. Við erum alltaf að læra, við erum að safna okkur þekkingu og reynslu í gegnum hreyfingu í ólíkum aðstæðum og mismunandi umhverfi. Þannig að við erum í raun líkamna skilning okkar, en stundum fyrir að draga úr þessum eiginleika og við gleymum þessari fundnu skynjun. Það fundin skynjun er kenning sem að Gendelin fyrirbærafræðingur setti fram. En hún býr innra með okkur og við erum í raun alltaf að nota hana. Og þetta er bara svona bein líkamlega skynjun. Og við finnum fyrir henni frá nafla og upp á hálsi og hún byggir á mismunandi reynslu okkar og hver og einn byggir á sinni þekkingu. Og þessi fundna skynjun gerir okkur kleift að þekkja líkam okkar og okkur sjálf ásamt í að öðlast betri sjálfskenningu. Sómatísk nálgun aftur á móti er líka frekar líkt, en það merkir þessi innri upplifun einstaklingsins af líkama sínum og virkni hans. Og hugtakina er einnig yfir 3 lykilhugtök sem eru þá líkami, hugur og sál. Þannig að mikilvægt að einstaklingurinn upplifi líkamann sem eina heild. Og sómatísk nálgun felst í að vinna út frá færni líkamanns, skynja og skilja innra landslag, efla líkamsmeðvitund og uppgötva ólík hreyfimynstur. Og íhugunar kennslufræði,
Þar er lögð áhersla á upplifun og umbreytingu nemandans. Mikilvægt því að nemandi sé meðvitaður eigin upplifanir, tilfinningar, minningar og skynjun og geti nálgast námsefni á dýpri hátt og öðlast dýpri tengingu við samnemendur, sjálfan sig og umhverfið. Og markmiðið að nemendur verði sjálfstæðir hugsuðir og geti nálgast námsefni út frá persónulegri reynslu og þá verður skilningurinn meiri. En til að nýta íhugunarkennslufræði í kennslu þarf kennarann að gefa nemendum meira rými til að uppgötva eigin spýtur og leyfa nemendunum að fylla sjálfum upp í eyðurnar. Leyfa að gera sjálfur því þá verður lærdómurinn. Þegar nemandinn fara að uppgötva eitthvað eigin forsendum. Þannig að í rauninni líkaminn hérna að segja að þessi kafli bara að við erum að hlusta á líkamann, hvað hann að segja og hlusta inn á við. Því það svo mikil þekking og reynsla sem við getum nýtt okkur. Já, en ég ætla að segja ykkur frá mótun handbókarinnar. En ég kenndi handbókinni í grunnskóla á Höfuðborgarsafni og fékk að vera þar í 7 vikur. Ég kenndi 3 ólíkum hópum og ólíkum skólastigum, 3., 5. og 8. bekk og ég nýtti mér dagbókaskrif til þess að ígrunda fyrir og eftir kennslu og dagbókin var því afar mikilvægt verkfæri í þróun og vinnun handbókarinnar. Ég fékk líka 2 danskennara úr sitthvorum grunnskólanum til þess að kenna bókina og þeir nýttu sér hana í svo 5-6 vikur til að fá tilfinningu fyrir hlutverk hennar. Og síðan tók ég við einstaklingsviðtöl og nýtti svo þemagreiningu til þess að greina viðtölin. En það var afar gagnlegt að eiga samtal við þessa kennara og hjálpaði mér enn frekar að móta handbókina og skipti miklu máli að fá þessar athugasemdir frá þeim þar sem ég gátu veitt mér frekar innsýn í grunnskólastarfið, bara inn í starfið. Og líka gaf mér þá hugmyndir hvað ég vildi leggja áherslu á. Og með því að nýta dagbókina var auðvelt fyrir mig að betrumbæta æfingarnar og skapa nýjar. En kennslan sjálf var einnig stór þáttur í að æfingarnar tóku aðra mynd. Og sömuleiðis að eiga þetta samtal við nemendur. En nemendur hefðu nefnilega misjafnar skoðanir á því hvað var skemmtilegt og áhugavert. En það gerði líka tímann mjög krefjandi. Og svo líka að það hafa ekki allir áhuga á dansi, en þrátt fyrir það það hlutverki kennarans að virka nemendur og finna lausnir svo allir geti tekið þátt. Þannig að handbókin, hún vekur kennar og nemendur til umhugsunar ásamt því að gefa þeim hugmyndir til þess að skapa. Hún getur verið ögrandi en á sama tíma hvatning til nýrra leiða í sköpun þar sem hver og einn nemandi fær að koma með sitt séreinkenni að borðinu og hluti af sköpuninni. Svo ég dæmi kennslustund í skapandi dansi, bara sýna ykkur svona stuttilega. En uppbygging kennslustunda innblásin af Engin Gilbert og uppbyggingin skiptist í 5 þætti. Það uppbytun eða upphaf, kanna þema, æfafærni, sköpun og lok. Og eins og í þessari kennslustund þá plönun 3 þemað. Og plönun 3 eitt af þessum hugtökum, hreyfihugtökum. Og það plönun 3 ef við hugsum bara að við skiptum líkam okkar í þrennt, þá kallast það frá tám og upp á mjöðmum lægstaplan, þar sem lappirnar hreyfast og hreyfum okkur nálægt gólfinu. Og svo þegar við stöndum upprétt, kallast svæðið milli mjama og axla, miðplan. Og svo hreyfum okkur í standandi stöðu. Og svo svæðið frá öxlum og upp fyrir höfuð, kallum við efstaplan. Og þá kannski hægt að hoppa og standa upp á tám, hvernig við hreyfum okkur. En kanna þema, þessi þáttur sem kennarinn upplýsir nemendur þema kennslustundirnar. Fær nemendur til að líkamna þemahugtakið, spjalla það, segja það uppátt og fá að sjá það myndrænt. Og þeir sjá myndina hérna á glærunni, það hérna ormur, mörgæs og pákökur og þetta plönun 3. Myndrænt. En svo það framtíðarsýn. Eftir þetta ferðalag mitt var ég enn fastari á því að danskennsla eigi að vera hluti af námi barna í grunnskólum og ekki nóg með það að nemendur fá útrás í hreyfingu í dansinum, heldur verða nemendur meðvitaðir eigin líkama og fá tækifæri til að kynna sjálfur sig betur. Þess vegna væri held ég mjög gagnlegt að byrja að kenna skapandi dansi upp af skólagöngu barna til þess að þau átti sig á hlutverki dansi, möguleikum hans og hvað dansin getur veitt þeim. En skapandi dans gefur okkur færi á að læra að þekka okkur sjálf ásamt því átt okkur á sköpunarkraftinu sem býr innra með okkur. Og ég held þessi mjög mikilvægt að þekkja sjálfan sig og í tengslu við sitt innra landslag. Ég tel að gefa nemendum stöðugleika ásamt því að þau viti að geta treyst á sjálfan sig og þau séu stakk búin að takast á við það óþekkta. Og nemendur læra að hugsa í lausnum og með skapandi hugsun sem sitt helsta verkfæri. Og ég held virkilega að það eitthvað sem heimurinn þarfnast. Og eitt að lokum, allir
geta lært skammændans vegna þess að við höfum öllu verkfæri til þess og það líkaminn okkar og það ekkert sem heitir rétt eða rangt, heldur dönsum við út frá okkar eigin líkama, okkar eigin færni. Við komum spriklandi í þennan heim og gerðum okkur skiljanleg fyrstu árin í gegnum hreyfingu og hvers vegna ættum við að hætta því? Við ættum að halda áfram að skilja og skynja heiminn, aðra og okkur sjálf í gegnum hreyfingu og hafa möguleikann á að dansa í gegnum lífið. En já, ef þið með einhverjar spurningar eða vangaveltur þá ykkur velkomið að hafa samband við mig. Ég setti netfangið mitt hérna inn og eins og segi ég bara vinna í því að gefa bókina út, svo vonandi bara texta sem fyrst. En svo hérna bara áhugavert lesefni og heimildir, en annars má auðvitað finna meira í ritgerðinni minni. En annars langar mig bara þakka fyrir mig og takk fyrir áheyrnina.